Bein tengsl voru á milli viðræðna framtíð varnarsamstarfsins og stuðnings íslenskra stjórnvalda við innrásina í Írak samkvæmt nýrri grein Vals Ingimundarsonar sagnfræðings. Þetta í andstöðu við það sem íslensk yfirvöld hafa haldið fram. Bein tengsl voru á milli viðræðna íslenskra stjórnvalda íslensk varnarmál og stuðnings stjórnvalda við Íraksstríðið. Þetta segir í nýrri grein Vals Ingimundarsonar sagnfræðings og í andstöðu við það sem íslenska ríkisstjórnin hélt fram á sínum tíma. Valur Ingimundarson skrifa grein öryggissamfélag Bandaríkjanna og Íslands í bókinu Uppbrot hugmyndakerfis endurmótun íslenskrar utanríkisstefnu 1991 til 2007. Í grein hans kemur fram að bein tengsl hafi verið á milli ákvörðunar íslenskra stjórnvalda þann 18. mars 2003 að styðja bandamenn í innrásinni í Írak og viðræðna framtíð varnarliðsins hér á landi. Þetta í mótsögn það sem íslensk stjórnvöld héldu fram á sínum tíma. Í grein sinni í Morgunblaðið þann 27. mars árið 2003 skrifaði Halldór Ásgrímsson, þáverandi utanríkisráðherra, ákvörðun íslenskra stjórnvalda. Ákvörðun okkar var ekki tekin fyrir þrýsting leiðtoga þeirra ríkja sem beittu sér fyrir bandalagi aðgerðir, segir í grein Halldórs. Ég vil meina þessari grein að það hafi verið tengsl og sterk tengsl og þeim hafi verið komið á framfæri strax í raun og veru áður en ákvörðun að ráðast inn í Írak og að stuðningurinn við hana hafi verið tekin. Það var orðað á þann veg að ef íslensk stjórnvöld styddu, í orðsendingu Bandaríkjamanna, ef íslensk stjórnvöld styddu hernaðinn, þá myndi það hafa áhrif á Íslandi, bein áhrif á öryggispólitíska stöðu á Íslandi. Þannig var þessu skilaboðum komið fram þá þegar fyrir svona í kringum 13. mars. Síðan þegar svo ákvörðun hefur verið tekin að styðja innrásinni í Írak, að þá fara íslenskir embættismenn að ræða svona það að minna þessi tengsl. Valur Ingimundarson bendi líka á að íslensk stjórnvöld hafi í raun verið í verri samningaaðstöðum áframhaldandi veru varnarliðsins en áður var haldið. Einnig kemur fram í grein Vals að ákvörðun stuðning við Íraksstríð hafi legið fyrir þann 17. mars 2003 en ekki að afloknum ríkisstjórnarfundi daginn eftir. Breski sendiherrann hér á landi hafi fengið samþykki íslenskra stjórnvalda fyrir því að Ísland yrði á meðal landa sem styddu innrásina í Írak og yrðu talin upp á breska þinginu 17. mars. Þetta líka í andstöðu við yfirlýsingar íslenskra stjórnvalda. Halldór Ásgrímsson vildi ekki tjá sig við fréttastofum þessi mál og ekki náðist í Davíð Oddsson. Geir H. Haarde vildi ekki tjá sig heldur. Eins og framkom í fréttum hér áðan fullyrt í grein Vals Ingimundarsonar sagnfræðings í nýrri bók utanríkismál að beint samhengi hafi verið milli óska Íslendinga áframhaldandi veru hers á Miðnesheiði og stuðnings stjórnvalda við innrás Bandaríkjamanna og Breta inn í Írak. Jafnframt fullyrt að stuðningur Íslendinga við innrásina hafi legið fyrir degi áður en ráðamenn hafa hingað til haldið fram, auk þess sem ráðamönnum á Íslandi hafi verið tilkynnt brottför herflugvéla af landinu 2 mánuðum fyrr. Valur Ingimundarson sestur hjá Helga. Velkomin Valur. Takk. Það hefur svolítið verið fjallað þetta í dag, þessar dagsetningar 17. og 18. mars og það sást nú í fréttum á hana að Halldór Ásgrímsson segist nú ekki kannast við það að hafa látið Bretum í eitthvað vilyrði fyrir stríðsrekstri fyrir hönd Íslendinga. Hvað finnst þér sjálfum eftir að hafa skoðað þetta? Er eitthvað hægt að fullyrða það að endilega að Halldór hafi vitað þessu jafnvel þótt að það hafi verið gert? Nei, ég minnist ekkert sérstaklega á Halldór í þessu sambandi. Ég bara fekk þær upplýsingar sem sagt að þetta hefði verið gert og ég veit að þetta mjög traustar upplýsingar og ég veit að breska sendiherranum í Íslandi voru látnar þær í té. Svo ég stend alveg við það sem ég segi í greininni þetta mál. En eftir að þú hefur skoðað þetta, þá ekki nokkurn veginn hægt að slá því föstu að ráðamenn sem hafa hingað til svona miðað við þennan daginn eftir 18. mars og ríkisstjórnarfundi þá að þeir hafa einfaldlega þá ekki verið að segja satt frá? Ég veit það ekki, þetta samt upplýsandi, þetta nýr punktur og líka það að Tony Blair hafi ætlað að telja upp þessi ríki í breska þinginu, það var reyndar ekkert úr því. En mér fannst það nýtt atriði og lagði áherslu á þessuna í greininni þó að sé náttúrulega mjög lítill partur af stóra samhenginu sem náttúrulega í þessari grein fjallaði þessi samskipti frá 1991 til 2006. En það annað sem hefur vakið athygli líka og því hefur nú margoft verið neitað af sömu ráðamönnum að það eru þessi tengsl milli umræðnanna áframhaldandi veru hersins hér og þessar 4 þotur sem margoft hefur verið rætt og svo þennan stuðning við Íraksstríðið. Þú slærið því í raun og veru föstu eftir þessar rannsóknir þínar að Íraksstríðið hafi verið látið hanga svolítið á spýtunni í svona einhverjum veiðum til þess að halda hernum þar. Það má orða það þannig að það var beint samhengi þarna á milli og íslensk stjórnvöld höfðu fengið þær upplýsingar strax í lok desember 2002 að þessar herþotur ættu að fara hérna vorið 2003.
Síðan, og þetta náttúrulega mikið mál og íslensk stjórnvöld hóta því í raun og vera að vekja upp 7. grein varnarsamningsins sem uppsagnagreinina til að bregðast við þessu í bréfaskiptum við bandarísku yfirvöld og síðan þegar bandarísk stjórnvöld fara að þrýsta á íslensk stjórnvöldum það að styðja innrás Írak sem í mars að þá í svari íslenska stjórnvalda til Bandaríkjamanna 13. mars, þessi áður en þessi ákvörðun hefur verið tekin og þá er þetta orðað með þeim hætti að ef íslensk stjórnvöld styðja innrásina að þá verði að taka tillit til öryggispólitískra þátta á Íslandi. Þetta sé tengt með þessum hætti. Síðan eftir það liggur fyrir að íslensk stjórnvöld styðja innrásina að þá taka íslenskir embættismenn þetta upp og benda á þennan punkt og nefna í því samhengi að bara með því að styðja þessar hernaðaraðgerðir það geti haft áhrif á Íslandi í sambandi við geti orðið fyrir hryðjuverkaárás og svona verið að segja beinum hætti að á meðan íslensk stjórnvöld að í raun og veru að styðja þetta þá sé verið að grafa undan herviðbúnaði og svona lágmarksviðbúnaði þeim sem íslensk stjórnvöld töldu að væri nauðsynlegur. Svo með þessum hætti þessi tengsl, það er ekki þar með sagt að það hefur verið sagt að ef stuðningurinn háður því að þotna verið áfram, það er ekki gert með þeim hætti. Þetta gekk það ekki eftir? Það gekk ekkert eftir og Bandaríkjamenn, það kemur mjög skýrt fram að Bandaríkjamenn tengdu þessi mál aldrei saman sjálfur, aldrei. Þannig að það hefur aldrei heldur komið þá frá þeim nein afstæðu það hvort að þeir tækju þetta reynilega til greina, það hefur ekkert... Það var svona þegar þetta var minnst á þetta við bandaríska embættismenn, að þá var svona, maður gerir svona grein fyrir því að svona stuðningur við innrásina kynna verið einhverju verði keyptur, en samt aldrei gefið í skyn að þetta hefði áhrif á afstöðu þeirra að kalla heim orrustuþoturnar. Það er annað þessu sem vekur líka svolítið athygli þegar maður fer yfir þessa greinina og það eru dagsetningarnar og tímasetningar varðandi það hvenær Bandaríkjamenn gefa í raun og veru afdráttarlaust svar það að þessar 4 þotur sem að í raun og veru öll þessi umræða varnarmál á Íslandi hefur snúist í þarna einhver 10 ár. Það er tekin ákvörðun að þær fari, það kemur í raun og afdráttarlaust svar það í janúar en í raun og veru ekki greint frá því hér á Íslandi fyrir einhvern tíðan eftir kosningar. Er það ekki svolítið sérkennilega? Jú, þessu var haldið leyndu, alveg þangað til eftir kosningar. Þetta var mjög viðkvæmt og einmitt út á kosningabaráttunni og íslensk stjórnvöld vildu ekki, stjórnarflokkarnir vildu ekki að þetta yrði kosningamál. Það var líka mikið atriði. Aftur á móti voru Bandaríkjamenn alltaf að þrýsta á stjórnina að hefja viðræður brottför þotanna og það var aldrei tekið í mál út af þetta geti haft áhrif á kosningabaráttuna í þeim túr. En vissulega það skrítið og sýnir raun og veru hvað mikið leynd hvíldi yfir þessu, það skyldi hafa tekist í raun og veru að halda þessu leyndu alla þennan tíma. En þeir gera það og þar með kemur málið ekki til utanríkismálanefndar. Hefði það ekki verið svona eðlilegur farvegur fyrir svona tilkynningar, einhliða tilkynningar frá Bandaríkjamönnum að þoturnar ætti að fara, þá hefði þetta væntanlega átt að fara fyrir utanríkismálanefnd svona, þetta ekki svolítið einkennileg stjórnsýsla? Það má orða það þannig. Íslensk stjórnvöld notuðu þau rök að þetta væri ekki endanleg ákvörðun. Bandaríkjamenn hefði ekki tekið þessa ákvörðun endanlega. Það ætti eftir að semja hana. Það var notað. En vissulega má túlka það þannig að þetta segja að upplýsa utanríkismálanefnd þetta vegna þess að það sem Bandaríkjamenn er að gera að mati íslenska stjórnvalda grundvallarbreytingu á framkvæmd varnarsamningsins. Það er að segja vegna þess að íslensk stjórnvöld töldu að þetta varðaði uppsagnarákvæði. En þetta var algjörlega endanlegt, þegar þetta kemur frá þeim þarna í 1. desember og svo í janúar að það verður í raun og engin breyting á afstöðu Bandaríkjamanna á þeim tíma, þannig að þeim átti að vera það alveg ljóst íslenskur ráðamenn. Já, stefna var þá mörkuð og það er þjóðaröryggisráðið, utanríkisráðuneytið og varnarmálaráðuneytið í Bandaríkjunum sem marka þessa stefnu svo það verður mjög erfitt að hnika henni. En það sem gerðist aftur á móti vegna þess hvað íslensk stjórnvöld brugðust illa við þessu og streittust á móti að þá var ákveðið að fresta þessu máli sumarið. Og ein ástæða þess var svo að náttúrulega Davíð Oddsson var mjög harður til þeim í bréfaskriftum sínu við George Bush að því leyti hann hótaði þá uppsögn varnarsamningsins að þetta kemur til greina einhliða. Bandaríkjamenn vildu ekki að þetta myndi valda miklum óráð innan NATO og svona alþjóðavettvangi ef þetta myndi leiða til slita á svona mjög neikvæðum nótum. Svo þeir ákváðu svona að
eins og orðið að kæla sig niður. Að þetta kæla sig niður og færa þetta yfir annan farveg. Svo það ekki fyrir 3 árum síðan náttúrulega sem taka þessa ákvörðun endanlega. Það náttúrulega loka herstöðin líka. Og eftir að herinn fer þá skrifaði þú grein í skírteinum með réttar sem þú talaðir einmitt það að vinátta Davíðs og Bush eða þeirra samskipti hafi haft áhrif á það að þetta gerist ekki fyrr. Þessar rannsóknirnar núna, varpað þær einhverju ljós á það? Halldór Ásgrímsson tók þar á reyndar neitaði því algjörlega að það hefði haft eitthvað þegar ég var að ræða við bandaríska embættismenn þá lögðu þeir alltaf mikla áherslu á það að þeir vildi ekki grafa undan Davíð pólitískt og það ekkert í þeim gögnum líka sem ég hef fundið þar kemur þetta líka fram, svo það ekkert bara í mínu viðtölum, það kemur skýrt fram vildi ekki grafa undan hann pólitískt og nefndu mjög oft það sama að þegar George Bush hefði lagt fram tillögu gagneldflaugakerfi á leiðtogafundi NATO árið 2001 hefði aðeins Davíð og Václav Havel og þetta Tékkland stuttan og hann hefði bara metið það mjög mikið þess vegna vildi hann ekki grafa undan honum. Síðan aftur á móti þegar þessi ákvörðun er tekin á lokum þá það hernaðarástæður að sjálfsögðu en það var það upphaflega hernaðarástæður og svo það náttúrulega endaleg niðurstaða er auðvitað svo að þeir tóku þessa ákvörðun af hernaðarnauðs eða sem þeir töldu hernaðarástæðum það að segja það var bara þörf á þessum þotum og eldsneytisvél og sérstaklega þyrlum reyndar þessu björgunarþyrlum annars staðar. En örstutt í lokin, það varðandi þessa ofuráherslu sem var alltaf hér á þessar 4 herþotur. Maður getur lesið svolítið á milli línanna í þessari grein þinni að ofuráherslan á þessar 4 herþotur og skort kannski á einhverju áhættumati fyrir Ísland, hafi menn metið það þannig að það hefði kannski orðið til þess að herinn fór jafnvel fyrr, það hefði verið ef menn hefði farið út í áhættumat og kannski metið aðstæður öðruvísi fyrir okkur en ekki alltaf út frá þessum 4 þotum að þá værum við kannski að horfa á eitthvað breytt landslag í dag. Já, þetta er góð spurning, þetta var akkurat það sem Bandaríkjamenn alltaf segja við Íslendinga því þeir sjálfur að gera hættumat og síðan að vinna út frá því og komið það voru alltaf verið að sækjast eftir því, bara ég veit hvenær kemur þetta hættumat. Varandi þessar 4 þóttu vissulega að þær gerði ekki mikið gagn þegar það voru hér, höfðu fyrst og fremst bara tákrænt gildi. Ástæðan samt sem í raun og veru held ég að það var þessi ofuráherslu að lögð á þetta en var aldrei kannski sagt frá því beint opinberlega var svo að það snerist öll herstöðin snerist þessar þotur sem þýddi það ef þær færu þá færi allt meira og minna og þá færu líka bandarískir hermenn og það þýddi það að öryggistrygging Bandaríkjamanna hefði veikst svo það var náttúrulega samt ekki hægt að réttlæta þetta með þeim hætti að segja bara til að halda að Bandaríkjamenn bæri skylda til að verja Ísland út eða það voru bandarískir hermenn sem staddið það var ekki hægt að segja það en ég geri ráð fyrir að það nú svona hangi á spýtunni. Valur, þakka kærlega fyrir komuna.